Áður en ég byrja íhugun mína eða erindi, þá ætla ég aðeins að segja eitthvað svona smá fréttur í mínu lífi. Að þrisvar sinnum hefur þetta gerst á nokkrum fáunum undanförnum árum. Að ég hefði dottið kylliflatur úti þar sem ég var á labbi. Og alltaf fram á við, einu sinni alveg gjörsamlega á andlitið. Og allt hefur þetta gerst á þeim árum sem að kallast elliár. Svo gerist það á þriðjudaginn, ég datt einu sinni enn í hálkunni, frægu hérna á dögunum. Ég áttaði mig ekki á því að þar sem ég hélt ég væri öruggur, að þar var snjór yfir klakkanum. Beint fyrir neðan í brekkunni það sem Bónus er. Og ég datt svo illa aftur á bakið að ég hugsaði augnablik með ég lá þarna á köldu klakkanum. Jæja, þar kom að ég loksins. Nú er ég á leiðin á neyðarmóttökuna. En þarna kom maður hlaupandi þrítugt, tók í hendina á mér og spurði, ertu meiddur? Það veit ég ekki, nei, það held ég ekki, sagði ég. Og áfram hélt ég heim að ég held óbrotinn. En þetta var allt öðruvísi fall en í fyrriskiptin. Og það er eitthvað enn sem á eftir að jafna sig. Og þess vegna eru allar mínar hreyfingar mjög yfirvegaðar. Og ég brosi að þessu og ég lofa Guð fyrir það að ég er enn óbrotinn, að ég held. En þetta er varhugavert í hálku og snjó og klaka, tala þegar klakin er undir snjó. En hér eru við og Guð hefur gefið okkur tækifæri að komast einu sinni enn í kirkju á hvíldardegi hans okkar. En þá er komið að erindi dagsins sem ég hef kosið að kalla að Guð kallar syndara til starfa. Þú getur ekki lesið Biblíuna án þess að koma auga á þá staðreynd að Guð er alltaf að boða iðrun, að breyta líferni, að breyta öllu í lífi sem með þarf til þess að þóknast Guði að við getum lifa honum til dýrðar. Iðrun er efni númer 1, 2 og 3 í allri Biblíunni. En það sem ég ætla að deila með okkur í dag er að því að virðist svo lítið annars eðlis og þó náskylt iðrun. Því að hann kallar enga til starfa sem ekki vilja láta iðrast synda sinna. En við skulum skoða hvað Guð hefur að segja um þetta og ég ætla að deila hérna með ykkur reynslu minni sem gerðist fyrir ekkert löngu síðan að kona ein í mínu söfnuði varð ævareið út í mig og okkur hér í Boðunarkirkjunni þegar hún komst að raun það að maður sem hafði brotið lög landsins og síðan tekið úr dóm fyrir brot sitt var nú orðinn virkur meðlimur í söfnuðinum og farinn að vitna trúarreynslu sína frá ræðustóli kirkjunnar. Og þetta var ekki smá reiði. Samtalið sem við áttum var á netinu og mér varð á vegna þess hversu heftuleg konan virtist vera í okkar garð. Að sjá fyrir mig bara reiði. Svo ég sagði við hana, en hvað ég er þakklátur fyrir það að Kristur er okkar dómari en ekki þú. Ef einhver getur orðið reiðari en reiður eða bálreiður, þá varð hún það. Og hún sagði, það er ekki hægt að tala við svona fólk sem vill ekki ræða hlutina. Skellti á mig og lokaði á netið og hefur verið lokuð síðan. Þetta kom mér til þess að hugsa málið enn einu sinni út frá nýju sjónarhorni. Hvað hefur Guð að segja okkur í Biblíunni? Hvað vill hann að gerist í lífi okkar?
það ekki það að við iðrumst synda okkar og hann sífellt að kalla á okkur að koma til starfa. En ef við virkilega takir tíma til að lesa biblíuna frá upphafi til enda, þá getur þið ekki komast hjá því að sjá að Guð kallar bara syndara til starfa. Hver einasta manneskja sem að gengur hér á jörðinni syndari, samkvæmt orði Guðs. Og ég þörf fyrir iðrun og sáluhjálp og þar með eilíft líf. En það eru til í dag í mörgum kristnu söfnuðum hvaða nafni sem þeir nefnast farisear. Eða voru einhverju sem að vildu hindra Jesú Krist í starfi hans, okkur til sáluhjálpar og eilífrar björgunar frá syndum okkar. Þá voru það farisearnir sem að lögðu steina í götu hans og annara sem Guð kallaði til starfa. Við skulum skoða þetta nánar. Sjáum við til dæmis að í ættatölu Jesú Krists sem við finnum í fyrsta kafla Mattheusar Guðspjalls, þar segir, og ég stytti þetta mjög því það eru svo mörg nöfn lesin, að þetta sé ættatala Jesú Krists, svona Davíðs, svona Abrahams. Abraham gat Ísak, Ísak gat Jakob, Jakob gat Júda og bræður hans. Júda gat Peres og svo framvegis, þar til við komum að manni sem heitir Salmon. Hann gat Bóas við Rahab og Bóas gat Óbed. Þannig verið að telja upp ættatölu Jesú Krists eins og hægt að rekja hana í okkar mannlega heimi. Hver var þessi Rahab? Það segir í Hebreabréfinu í 11. kafla að fyrir trú var það að skækjan Rahab fórst ekki ásamt hinu óhlýðnu þar sem hún hafði tekið vinsamlega móti njósnarmönnunum sem Móse sendi inn í fyrirheitna landi til að kanna landið áður þeir réðust inn í það. Þar var skækja sem huldi 2 njósnarmenn sem komu að hennar heimili á múrvegg Jerikóborgar. Og hún talin í ættatölu Jesú vegna þess að hún talin vera manneskja sem meðtók boðskap frá Guði. Öllum mönnum til bjargar ef þeir vilja hafa það. Og fyrir trú okkur sagt, þá fórst Rahab ekki. Og takið eftir því, þetta var skækja. Svo segjum við, eða lesum við í loka kafla biblíunnar, alveg síðustu blaðsíðum. Það er Opinberunarbókin 22. kapitulinn. Jóhannes að lýsa sín og segir, hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mig borginni helgu Jerúsalem sem niður steig af himni frá Guði. Þetta er eitthvað sem á eftir að gerast. Hún hafði dýr Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspisteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og takið nú eftir og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraels sona voru rituð á hliðin 12. Og ekki bara þessir menn, heldur líka sjáum við aðra nefnda því að á móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið, að vera að lýsa borginni helgu sem við munum búa í. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Þetta er allt menn sem að Guð kallaði til starfa. Stórsindarar. Því að synir Jakobs, Ísraels synirnir, þeir voru allir meira og minna þvílíkir bara óbóta menn. Þeir seldu bróður sinn Jósef í þrældóm, ætluðu að drepa hann í upprunalega, en skiptu síðan skoðun og seldu hann í þrældóm. Svo segir að undirstöðusteinarnir,
Já, nöfn þessara manna eru á borgarhljóðunum og verða alla eilíð. Og svo það undirstöðu steinarnir, þeir munu sjást og nöfn eru sem sagt, þar skrifið á líka, það eru nöfn postula lamsins. Þeir yfirgáfu Jesú og úrslita stund og afneituðu honum. Það eru svona menn sem að Guð kallar til starfa oft og einat þegar þeir láta sér segjast. Þeir iðrast syndar sinna og byrja nýtt líf í Jesú Kristi. Hvílíkur boðskapur í Biblíunni. Guð að kalla okkur til starfa. Því það eru engir aðrir sem geta komið boðskapnum skilmerkilega til skila til annara syndara en syndarar. Þá skilja syndararnir sem þurfa á hjálpinni að halda, frásögunni Jesú að halda, að þessir sem eru að boða þeim orð Guðs, þeir vita hvað þeir eru að flytja og segja. Þeir tala af reynslu og alla eilíð, og okkur sagt frá þessu í Opinberunarbókinni líka, að af öllu þeim aragrúa sem verður hólpin, sem stendur frammi fyrir hásæti Guðs að lokum, þeir munu fylgja lambinu hvert sem það fer. Og víða í Biblíuna þá getum við lesið að lambið, Jesús Kristur, skaparinn okkar, hann Guð okkar, hann frelsarinn okkar. Og hann getur ekki hugsað sér að vera án okkar alla eilíð. Og þess vegna lagði hann allt í sölurnar. Já, sitt eigið líf, syndlaus, saklaus sem hann var og í sölurnar til að borga syndarsekt alls mannkynsins. Og þegar svo hann sér hópinn sinn, þann sem frelsast lætur að lokum, alla þarna komnir í borgina helgu eða til himins, þá býður þeim að fara með sér út gervallar veraldir alheimsins til að bera vitni hann. Því að Jesús á sennilega erfitt með að vitna sjálfa sig. Hann lætur syndara segja söguna sjálfhjálp þeirra alla eilíð. En þá þurfa þeir að fara með honum þegar hann vitjar sköpunarverka sinna. Því að víða í Biblíunni, til dæmis í Gamla testamentinu í Nehemía í 9. kafla, þar lesum við að Drottinn skapaði himnana himna. Og í Jesaja líka sagt frá því að hann skapaði fleiri himna en þennan heim. Og í Hebreubréfinu líka sagt frá því að Guð skapaði himnana himna og gefur því öllu líf. Þetta finnst mér alveg stórkostlegur boðskapur. Og þegar einhverju farisea nútímans dirfast að fordæma iðrandi syndara, þá get ég ekki orða bundist. Þetta voru þeir hættulegu á dögum Jesú Krists þegar hann gekk hér á jörðu, sem alltaf lögðu stein í götu frelsarans og gáfu tilskipun að handtaka hann og samþykktu krossfestingu hans til að losna við hann. Þvílík frammistaða trúaðra manna, karla og kvenna, sem dæmdu Jesú Krist til dauða. En við höldum áfram. Það segir frá Maríu Magdalenu sem var sögð hafa drygt hór, en játaði þó Jesú Kristi frelsara sinn og drottinn, og það var einmitt hún sem fékk það hlutverk að boða, takið eftir, fyrst allra að Kristur væri upprisinn. Það var ekki einu sinni karlmaður fengið til þess, heldur kona með vafasaman orðstýr. Sjáu þið nú hvað kallar syndara til starfa. Og María Magdalena lét ekki standa á sér á úrslitastundu. Hún hljóp með boðskapinn til lærisveinana
til að segja þeim, hann upprisinn. Abraham og Ísak gripu til ósanninda þegar þeir urðu hræddir við heiðna konunga og hræddir að konungarnir hver á sínu tíma myndu ræna eiginkonu þeirra. Jakob laug að föður sínum og stal frumburðarréttinum frá bróður sínum. Pétur afneitaði frelsara sínum Jesú Kristi á úrslitastundu. Allir lærisveinarnir vildu ekki kannast við Jesú á örlagastundu. Og þó kallar Drottinn þessa menn og konur til þess að vitna sáluhjálp sem Guð býður öllum mönnum. Hversu vondir sem þau kunna vera. Og það engin syndari sem á skilið eilíft líf. Samkvæmt orði Drottins. En Drottinn vil gefa okkur eilíft líf. Og það aðeins háð því að við þykjum náðargjöf hans, meðtökum boð hans iðrun, sem þýðir að vera sorgmættur eða sorgmætt vegna syndana í lífi okkar sem urðu eða kölluðu á dauða sjálfs skaparans. Svo það sagan ungu konuna sem að þið hafið eflaust heyrt nokkru sinnum á útvarpi boðun í gegnum árin. Hún lifði á götum borgarinnar í Bandaríkjunum og seldi sig til að hafa ofan í sig og á. En fór að lokum inn á samkomi í kirkju, þar sem hún fann hjartahlýju á meðal hinna trúuðu, takið eftir. Þetta var trúað og indælt fólk. En svo breyttist allt til hins verra þegar sonur prestsins varð ástfanginn að henni og þau áformuðu að ganga í hjónaband. Þá varð allt vitlaust í söfnuði, hinna réttlátu. Farisíar enn einu sinni á ferðinni. Og það var ekki fyrr en að sonur prestsins stóð upp á þessari örlagaríku stundu með grátandi ungu konuna frammi fyrir söfnuðinum sem fór svona illa með hana þarna á örlagastundu að hann vitnaði og sagði, það ekki líf unnustu minnar sem að þið eruð að gagnrýna, heldur eruð þið að finna að starfi heilags anda í lífi hennar, að útelt blóð hennar hans nægir ekki henni til bjargar. Þá áttaði fólki sig sem betur fer á því hvað þau voru í rauninu vond og illgjörn í hjörtum sínum gagnvart iðrandi syndara sem var á batavegi og var að gera allt rétt samkvæmt boði Drottins. Að þá var hún, eins og við segjum stundum, krossfest fyrir gjörðir sínar, fyrir liðna syndir sem Guð var búinn að fyrirgefa og hafði náðað þessa ungu glæsilegu konu. Og svo það sagan Pál postula sem við finnum í fyrsta kapitula í fyrra Korinthubréfi. Og hvernig hann ofsótti Kristi fólk og lét fangelsa það og jafnvel lífláta það. Hann lét sér vel líka þegar Stefán var grýtt til bana. Fyrir það eitt að boða trú á Jesú Krist. En Pál var kallaður að Guðs vilja, takið eftir, til að vera apostuli Jesú Krist. Ég að lesa þessi orð beint út úr Biblíunni. Að Guð kallaði þennan vonda mann, gjörsamlega blinda farisea. Pál sagðist hafa verið farisei, framar öllum öðrum. En hann var svona blindaður af trúar ofstæki, sem fyrirfinnst enn í dag í mörgum kristnum samfélögum allan heim. Guð kallar bara syndara til starfa við að boða öðrum fagnaðarerindi kærleiksríkan Guð og frelsara Jesú Krist. Hebreabréfið 11. kapli segir frá Samson sem var kallar á Guði og ætlaður af Guði sjálfum áður en að fættist að hann myndi
vera starfsmaður Guðs á meðal manna. En hann gerði allt annað en Guð ætlaði honum. Hann eltist við allar fallega stúlkur hvar sem var, elti þær allar jarðir og var stór syndari. En hafið þið tekið eftir því, ef þið nótt til að lesa því 11. kafla Hebreubréfsins, að þar Samson talinn upp á meðal þeirra sem fyrirfinnast á himnum alla eilífð. Hafið þið séð þetta? Náð Guðs stórfengleg, stórbrotin og kallar á syndara að fyrirgefa öðrum syndurum. Megi Guð hjálpa okkur í starfi okkar sem Guð felur okkur að vinna fyrir syndara, því að við sjálf erum syndug í þörf fyrir náð Guðs okkur til handa. Svo segir postulan sagan 13. kafli frá því þegar Guð hafði sett Davíð, þar að segja, þetta sagt árhundruðum, 1000 árum eftir að Davíð sjálfur lifði, að þá segir frá því að Guð hafði sett hann, þar að segja Sál, af. Sál var konungur, kallar að Guði, en hann eitti möguleikum sínu til að halda áfram sem konungur og ef til vill alla eilífð, við vitum það ekki alveg fyrir víst hvernig örlög hans verða, en hann var óhæfur konungur, svo þá kallaði Guð Davíð, ungan mann, til þess að vera konungur yfir Ísraelsmönnum. Og hann vitnaði hann, þar að segja Guð, ég hefi fundið Davíð, son Ísai, mann eftir mínu hjarta, gjöra mun allan vilja minn. Eru allir tilbúnir að viðurkenna það að Davíð hefði alltaf verið góður maður? Ekki aldeilis, ekki ef við lesum Biblíuna og sjáum hvernig hann brást á örlega stundum þegar hann sá konu að hallarmúrum sinnar borgar og kom auga á fallega konu að baða sig í nágrannagarði. Það var eiginkona mann sem var Hittiti. Hittitar voru ekki gyðingar. En þessi maður, hann tilheyrði ættbálki sem var þarna í suðaustur hluta Tyrklands. Og þetta voru menn sem voru ekki trúaðir á Guð eða ekki samherjar Íslandsmanna. En hann hafði komið til Ísrael og hann hét Úraja og hann tók trú og hann gekk í lið með Davíð konungi og hermönnum hans og barðist á vígstöðunum við að verja land Ísraelsmanna. Þá notar Davíð tækifærið og rænir konan hans. Svo okkur sagt að hann sé maður eftir mínu hjarta, segir Guð, sem gjöra mun allan vilja minn. Það eftir iðrun. Hann áttaði sig, Davíð, þegar spámaðurinn kom og sagði við að þú ert hinn seki maður, þú gerðir allt þetta, og hann grét í iðrun sinni. Það að segja Davíð konungur eftir að hafa syndað svona ræðilega. Hann grét í sannri iðrun frammi fyrir Guði, frammi fyrir þjóðinni. Og þess vegna segir Guð í gegnum postulasöguna 1000 árum síðar að Davíð sé maður eftir mínu eigin hjarta. Guði sé lof fyrir það að Guð erfir ekki fyrrum syndir okkar, alveg sama hvað þeir eru, þegar við í sannleika iðrumst synda okkar. Sjáu þið ræningjana, 2, þeir voru kallaðir illvirkjar, þeir voru vondi menn og byrjuðu á því að hæðast að Jesú. En svo áttaði annar þeirra sig á því, þetta Messías sem við Ísraelsmenn höfum alltaf átt von á. Hann hér og hann snýr sér að honum og segir við hann, minnst þú mín þegar þú
kemur í dýrð þinni. Og Jesús lofa honum því að hann myndi verða með honum í Guðs ríki. Hugsið ykkur, syndarar eru kallaðir til starfa á akri Guðs. Og svo lesum við áfram í fyrra Korintubréfi að Guð hefur útvalið það, takið eftir orðalæginu hérna, þetta er beint upp á Biblíunni. Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gera hinu vitru kynroða. Og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gera hinum volduga kynroða. Og hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna hefur Guð útvalið það sem ekkert er, til þess að gera að engu það sem eitthvað er, til þess að engin maður skuli hrósa sér fyrir Guði. Þegar grófur syndari iðrast synda sinna og við viljum ekki leyfa honum eða henni að stíga í pontu til að segja frá því hver góður Guð hafi reynst honum, þá gerum við lítið úr heilagum anda, sem hefur gjörbreytt líferni syndara svo gefið honum ástæðu til að lofa og vegsama Guð. Iðrandi syndari byrjar nýtt líf. Það er það sem felst í iðrun, að byrja nýtt líf. Og þá ert þú fyrrum syndari. Þó að þú getur ekki lifa fullkomnu lífi fyrir Kristi kemur aftur og gefur þér eilíft líf á lokum. En þangað til, þá hjálpar hann okkur til þess að ganga í auðmýkt frammi fyrir almáttugu Guði. Og við köllumst hans þegnar. Jesús sagði, og þetta er í 12. kafla hjá Mattheusi, þess vegna segja yður hver sem synd og guðlastun verður mönnum, hver sem fremur synd og guðlastun verður mönnum yfirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverju sem mælir gegn mannsyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda, hérna kemur lykilorðið, verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komanda. Tilvitnun endar. Þetta byggist allt á því að við látum leiðast af anda Guðs. Svo segir þessi litla Biblía sem við þekkjum þannig, Jóhannes 3:16 og áfram, því svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skyldi frelsast fyrir hann. Skilyrðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hins sömu og þau hafa ævilega verið. Hins sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfeðra okkar. Alger undirgefni undir lögmál Guðs, fullkomið réttlæti. Ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum, myndi heill alheimsins telt í tvísýnu. Þá væri vegurinn greiddur fyrir syndina alla eilífð, með alla þá eymd og allt það volæði sem hún hefur í för með sér. Af því að við erum syndu og vanheilög, getum við ekki til fullnustu hlýðnast hinu heilaga lögmáli. Við búum ekki yfir eigin réttlæti, en sem myndi hrökkva til að fullnægja kröfum Guðs lögmáls. En Kristur hefur opnað okkur undan komið leið. Hann bjó á jörðinni við sömu örðuleika og freistingar og okkur mæta. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur eða réttlát vegna hans, hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Eiginleikar Krists koma í stað þinna eigin og Guð veiti þér viðtöku rétt eins og þú hefur aldrei syndgað.
konan sem skrifaði þessi orð, hún sá Biblíuna alveg rétt, í réttu ljósi. Og þess vegna hef ég notað mér þessar yfirlýsingar hennar, því að þetta nákvæmlega það sem öll Biblían fjallar og boðar okkur að boða öðrum. Og endurtek að lokum þennan mikilvæga texta, því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf svona eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Guð á fullu í upptökin við það að frelsa okkur. Líka vonda fólkinu svo kallaða sem við viljum ekki stundum kannast við. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Það mögulegt fyrir alla að trúa, að meðtaka. Að slíkur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, þess nættu við ekki heldur að vera að dæma, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Og mætti Guð hjálpa okkur að vera miskunnsöm við aðra syndara.